Já, velkomin. Takk. Grindavík sunnudaginn, hvernig svona leggst sá leikur í þig? Bara mjög vel, við erum búin að tapa núna 3 leikjum í röð, þannig að við erum orðnar hungraðar í sigur. Grindavík stelpur, hvað þínum telur þú að þið þurfa að gera til þess að ná öllum stigum? Við þurfum bara að mæta ákveðnar til leiks og byrja leikina krafti. Við sýndum það í síðasta leik að við vorum alveg á hælunum í byrjun og fengum marka okkur bara strax á 3 mínútu, þannig að við þurfum bara að byrja bara strax á fyrstu sekúndu og vera ákveðna bara að berjast. Þá ættum við svona að landa þessum 3 stigum. Ég svo segja að það náttúrulega hlýtur að mikilvægt bara að koma sterkar tilbaka eftir slysið síðast. Já, þetta var sannarlega slys, en við tölum það stelpunar og lofum við að við ætlum bara að gleyma þessum leik. Þetta bara fyrsti leikur hjá okkur, síðan ég byrjaði í meistaraloki hefur alltaf verið svona, við byrjum mótið mjög illa og byrjum þetta bara alveg hræðilega núna síðustu helgi og ætlum eins og ég segi bara að gleyma þessum leik og bara fyrsti leikur verður bara tekið núna á sunnudaginn, byrjum bara nýtt. Hvernig síðan leggst svona deild inn í því? Ég meina, hún virðist vera alltaf mjög jöfn. Já, hún leggst bara þokkalímið, þetta miklu jafnara en hefur verið áður. Nýliðarnir byrjuðu mjög vel á móti okkur og svo Þróttur Breiðablik fór 1-1, þannig að þetta geta allir unnið alla á góðum degi, þannig að þetta bara mjög jafnt og leggst bara mjög vel í mig. Þannig að þú bara bjartsýn fyrir sunnudaginn? Já, alveg þokkalega. Já, takk fyrir. Móli, velkomin. Takk. Það Grindavík sunnudaginn, hvernig leggst sá leikur í þig? Hann leggst bara mjög vel í mig. Maður er búin að spenntur yfir því að reyna að koma tilbaka eftir slæma tap heima senast. Hvernig svona, eigið þið þjálfarnir eftir að leggja hann leiku? Ég held við verðum með tvö plön. Það verður kalt, það verður rok hérna, þannig að þetta verður bara barátta, vilji og barátta og vilji. Þannig að ég held að það verður ekki mikið að setja leikinu upp, hvort það verður 4-4-2 eða 4-3-3 eða 4-5-1 eitthvað verður, þetta verður bara hörkubolti allan tíman. Það eru rosalega sterkar, rosalega grimmar, sáu senasta leik í fyrra, móti Grindavík, það var rosalega sterkar, grimmar. Þannig að það náttúrulega eins og oft áður, baráttan að skila sigurunum. Já, hún alltaf nummer 1. Það var það að labba völlinn 90 mínútur þá, náttúrulega gerur ekki neitt í fótbolta. Þá var skákinga bara góð. Já, og við náttúrulega búist eins og mjög erfinn leik. Grindvíkingar spiluðu vel móti Val í fyrstu umferð. Þannig að það við að koma dýrvillsa til leiks. Já, frábær leikur hjá þeim móti Val á Ótavöllum. Og baráttan þar til fyrirmyndar skilsmanni og þær eru þannig, þær eru gríðarlega sterkar og líkamlega og viljugar og vinna rosalega vel fyrir hvað aðra. Það er búið til 12. mannin og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að búa til 12. mannin með meira talanda og meiri krafti og meiri vilja. Þá erum við betri í fótbolta og þá eigum við að taka þetta. Ef við tölum aðeins hópinn, eru allar tilbúnar? Já, við erum vísa að fá Rakel Hinriks og Ingu Dís frá Bandaríkjunum og það er svona aðeins eymsli í þeim eftir fótboltan þar, en að öðru leyti þá er þetta allt í góðu lagi. Og hann alltaf hlýtur að smá spenningu fyrir að bæta upp síðasta leik? Já, við duttum hérna niður og nú er bara að sjá hvernig við rísum upp. Það verður gaman að sjá það, hvernig það rís upp og hvort það rís ekki upp strax. Nú er einmitt mjög gaman að mæta og sjá hvernig við svörum. Takk.